Komið sæl. Það ekki oft sem að vettvangur kalla sérstaklega eftir námi á tilteknu sviði við Háskóla Íslands. En það á einmitt við nám í hagnýttri atferlisgreiningu sem sönn ánægja að fá að kynna fyrir ykkur. Ég heiti Anna Lind Pétursdóttir og prófessor í sérkennslu, sálfræði og atferlisgreiningu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. En þetta nám þverfræðilegt og fer fram í samstarfi við heilbrigðisvísindasvið. En þar tengiliður námsins Dr. Gabriela Sigurðardóttir, prófessor. Í þessari kynningu ætla ég að fjalla aðeins aðdragandan að stofnun þessa náms við HÍ og ég ætla að segja ykkur aðeins frá hvað hagnýtt atferlisgreining sýna ykkur hvað felst í diplóma og meistaranáminu og fyrir hverja námið hugsað, hvernig lokaverkefnin háttað og hvað tækifæri bíða þeirra sem ljúka námi í hagnýttri atferlisgreiningu. Það hefur lengi og allt of lengi verið bent á skort á fagfólki með þekking og úrræðum vegna sérþarfa og þá sérstaklega barna í leikskóla og grunnskólum. Meðal annars hafa mennta- og menningarmálaráðherra og Samband íslenskra sveitarfélaga bent á þennan skort og þá sérstaklega þörfin á fagmenntuðu fólki til að sinna snemmtækri íhlutun, árangursríkri kennslu og ráðgjöf á því sviði. Fyrir tæpum 10 árum hófst undirbúningur að náminu, þessu sem ég að kynna fyrir ykkur núna, með nefndastarfi fulltrúa frá sálfræðideild HÍ, menntavísindasviðs og greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, þar sem fjalla var þörf og möguleika á námi í atferlisgreiningu við HÍ. Ekki tókst að koma náminu af stað þá, en árið 2018 hafði greiningarstöðin aftur samband við HÍ, ítrekkaði þörfina fyrir námið og þá fór boltinn að rúlla. En hvað hagnýtt atferlisgreining? Hún felur í sér markvissa beitingu námslögmála og rannsókna niðurstaðna til að kenna og bæta hegðun, færni og líðan. Að ræða mjög lausnamiða nálgun með áherslu á rannsóknir, árangursmælingar og þróun sannreyndra aðferða. Hagnýtt atferlisgreining víða viðurkennda leiðin fyrir börn með sérþarfir og beiting hennar fer vaxandi. Eins og endurspeglast í margföldun á fjölda fagfólks á þessu sviði undanfarin ár og hagnýtt atferlisgreining nú kennd við hundruði háskóla allan heim. Sérlega ánægjulegt að Háskóli Íslands að bætast í þann hóp. Námið við háskólan felur í sér þverfræðilega nálgun, eins og ég sagði áðan, og fjölbreytt námskeið, bæði á menntavísindasviði og heilbrigðisvísindasviði. Í náminu áhersla lögð á gagnreyndar, hagnýtar aðferðir, fræðilegan bakgrunn þeirra til þess að fólk öðlist djúpa skilning á af hverju þessar aðferðir virka og starfsþjálfun á vettvangi. Annars vegar að ræða 60 eininga diplómanám og hins vegar 120 eininga meistaranám. Starfsþjálfun stór hluti námsins og fer fram undir handleiðslu sérfræðinga í hagnýttri atferlisgreiningu á vettvangi og höfum við þegar samið við fjölda skóla og stofnana að sinna þessari starfsþjálfun og hlakka þeir til að taka hana að sér í náminu. Starfsþjálfun mun beinast að 3 sviðum, það leiðum til að bæta hegðun, nám eða mæta sérstökum þörfum tengdum þroskafrávikum. Þeir sem taka diplómanámið fá 15 eininga starfsþjálfun og geta valið sér 2 áherslusvið. Og diplómanámið ekki síst hugsað sem góð leið að endurmenntun fyrir starfandi fagfólk. Námið verður í það minnsta fyrst sinn skipulagt sem staðnám og fer að mestu leyti fram á íslensku. Nemendur geta hafið nám á haustönn, eingöngu, og gert ráð fyrir að tekið verði námið á hverju ári. Í diplómanáminu sem 60 ECTS einingar og dreift yfir 1 ár og miðað við að fólk sé í fullu námi í 1 ár að taka diplómanámið. Á haustmisseri 3 námskeið í staðnámi og fyrsta þeirra hagnýtt atferlisgreining í skólastarfi og uppeldi, sem 10 einingar og fjallar fræðilegan bakgrunn, hagnýttra atferlisgreiningar en jafnframt hvernig aðferðirnar nýttar í skólastarfi og uppeldi. Annan námskeið felur í sér umfjöllun gagnreyndar aðferðir í námi og kennslu
Og það fjallað leiðir til að koma til móts við námserfiðleika, svo sem dyslexíu og fleira. Og þriðja námskeiðið einhverfa og þroskafrávik, snemmta kennsla, stuðningur og ráðgjöf, þar sem fjallað gagnreyndar aðferðir til að koma til móts við sérstakar þarfir barna með einhverfu, hvort sem í leikskóla eða grunnskóla. Og 5 einingar á haustun í starfsþjálfun og hún byrjar svona í október þegar að fólk hefur fengið svolítinn fræðilegan grunn. Nú á vormisseri einnig 3 námskeið, það hegðunar- og bekkjastjórnun, þar sem fjallað leiðir til þess að stuðla viðeigandi hegðun og líðan barna í heilum hópum eins og bekkjum og svo líka einstaklingsmið úrræði vegna langvarandi hegðunarvanda. Og síðan siðareglu námskeið í hagnýtri atferlisgreiningu og það fer reyndar ekki fram fyrr en í maí. Þar fáum við væntanlega erlendan gestaprófessor til þess að taka siðareglurnar fyrir svona í stuttu námskeiði þá. Og síðan val á milli hegðunar- og námsfræða sem 10 einingar og það sem fjallað áfram hugtök hagnýtrar atferlisgreiningar og hagnýtingu þeirra á vettvangi. Og hins vegar hægt að velja kenningar nám sem fjallar félagsleg og sálfræðileg sjónarhorn í nám og kennslu. Og á vormisseri 10 eininga starfsþjálfun, yfirleitt byggt upp sem 2 5-eininga námskeið sem tekin hvert á eftir öðru. Nú ef við skoðum þá næsta meistaranámið, þar í rauninni fyrsta árið eins og í diplómanáminu og nemendur þar saman, en svo halda meistaranemar áfram og þriðja misseri boðið upp á framhaldsnámskeið í gagnreyndum aðferðum í nám og kennslu, þar sem að nemar fá tækifæri til þess að æfa framkvæmd aðferðina með börnum á vettvangi og meta áhrifin af þeirri kennslu. Nú í aðferðum í hagnýtri atferlisgreiningu, sem 5 eininga námskeið, fjallað svona aðferðafræði einstaklingsrannsókna, þar sem að nemendur læra ýmsar leiðir til þess að leggja mat á áhrif af vinnubrögðum sínum með börnum með sérþarfir eða öðrum skjólstæðingum. Á þriðja misseri einnig val, þar sem 5 einingar sem hægt að velja úr hópi eða úr flokki námskeiða, hvort sem á menntavísindasviði eða á sálfræðideild. Á þriðja misseri þá hefst líka vinna við meistaraverkefnið, 10 einingar, þar sem að markmiðið að skrifa rannsóknaráætlunina sem búið að ákveða viðfangsefnið í samráði við leiðbeinendur. Og á þriðja misseri fer einnig fram 5 eininga starfsþjálfun. Og 4. misserið alveg helgað starfsþjálfun og vinnu við meistaraverkefnið. Og stundum hægt að samtvinna þetta tvennt. Fyrir hverja þetta nám? Þetta nám fyrir alla sem hafa brennandi áhuga á aðferðum sem virka til að auka færni að bæta hegðun og líðan barna með sérþarfir. Það fyrir þá sem hafa lokið grunngráðu í sálfræði eða á sviði menntunar, uppeldis eða kennslufræði. Þetta getur hentað þeir sem hafa reynslu af því að kenna, kennurum, skólastarfsfólki, þroskaþjálfum, sérkennurum, tómstundafræðingum, heilbrigðisstarfsfólki og öðrum sem hafa bakgrunn á þessu sviði og reynslu. Og eins og staðan núna aðeins hægt að taka við 15 til 20 nemendum á hverju ári samtals í diplóma- og meistaranámið. Og þetta einkum vegna takmarkaðs fjölda sérfræðinga á vettvangi sem geta tekið að sér nema í starfsþjálfun. Þess vegna vandlega valið inn í námið. En að námi loknu bíða fjölbreytt starfstækifæri þar sem hægt að beita atferlisgreiningu í raun allstaðar þar sem unnið með fólki. Það mikil eftirspurn eftir þekkingu og hagnýtri atferlisgreiningu og hún nýtist víða. Ýmist beint í stuðningi við þá sem að þurfa sérstakann stuðning, kennslu eða slíkt og svo náttúrulega eftir meistaranám hægt að veita ráðgjöf til að bæta hegðun, nám og eða líðan. Einnig nýtist þekkingin vel í stjórnunarstöðum eins og umsjón með sérkennslu og stuðningi. Hér til dæmis hún Guðbjörg, ég átti eftir að minnast á hana,
En hún lauk meistaranámi í atferlisgreiningu og starfar nú sem deildarstjóri í Urriðaholtsskóla. En þar atferlisgreining einmitt hagnýtt með fjölbreyttum hætti ásamt fjölbreyttum gagnreyndum aðferðum og Urriðaholtsskóli einn af okkar samstarfsskólum í starfsþjálfunni. En það náttúrulega ekki bara hérlendis sem vöntun á þekkingu á þessu sviði, heldur víða heim og hafa íslenski sérfræðingar farið utan til að sinna ráðgjöf eða kennslu, til dæmis varðandi atferlisþjálfun fyrir börn með einhverfu. Skulum sjá, ef við kíkjum kannski aðeins nánar hérna á meistaranámið. Ég var búin að tala að þetta væri sem sagt 30 eininga verkefni og þetta hagnýtt verkefni. Markmiðið að bjóða upp á tækifæri til að æfa sig í beitingu aðferða til að bæta hegðun, námsframvindu, færni eða líðan barna með sérþarfir. Og þarna eru áhrifin metin með einstaklingsrannsóknarsniði sem þeir eru búin að læra þá á haustanninni í aðferðanámskeiðinu. Og ritgerðin skrifuð í formi ítarlegrar rannsóknaráætlunar og svo fræðigreinar sem svona afurðin eftir meistaranámið. Nú, svo bara að nýta tímann og sækja umsóknarfresturinn til 15. apríl fyrir meistaranámið en það alveg til 5. júní í diplómanámið. Þannig að að gera að sendin umsókn og við hlökkum til að sjá okkur. Og ef það einhverjar spurningar sem þið hafið þangað til, þá hægt að fá nánari upplýsingar með því að senda okkur póst. Ég heiti Anna Lind Pétursdóttir og með netfangið annalind@hi.is. Íris Árnadóttir sem verkefnastjóri námsins og atferlisfræðingur. Hún með netfangið iris@hi.is og svo hún Gabriela Sigurðardóttir. Hún heitir náttúrulega líka Svilma og hún með netfangið svilma@hi.is. Svo náttúrulega hægt að kíkja á netspjallið á hi.is eða á þessari vefslóð sem gefin upp á skjánum á sérstakri síðu hagnýta atferlisgreiningu við Háskóla Íslands. Og svo náttúrulega líka þetta hringi okkur í 525 50 950. Þannig að við hlökkum til að heyri ykkur og vonumst til að fá umsókn frá okkur. Takk fyrir í dag.